Borgarstjórnar Reykjavíkur miðvikudaginn 5. júní. Við erum hér bæði í salnum og ásamt því að vera með 3 borgarfulltrúa heima við. Það eru Árelía, Eydís, Elísabet og Sara og ég þarf að fá þær allar í mynd til að byrja með. Og þegar kemur að atkvæða, takk fyrir þetta. Gott að sjá ykkur, þið heyri vel, thumbs up. Þið setið hendina upp ef þið viljið komast á mælendaskrá. Ég sjálf inn á fundinum eins og þið sjáið, þannig að við eigum að koma þeim skilaboðum hratt og vel til okkar. En þá okkur ekkert að vanbúnaði. Þið þurfið ekki að vera í mynd allan tíman, ykkur frjálst að fara úr mynd, en leið og þið talið eða við greiðum atkvæðagreiðslu þá þurfum við að fá að sjá okkur í mynd. Við erum í opinni dagskrá þannig að hér allt sent út. Þá byrjum við á eina máli dagsins. Það tillaga borgarstjóra lántöku hjá Þróunarbanka Evrópuráðsins, Central Bank of Europe, að fjárhæð 100 milljónir evra. Og frummælandi málsins borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, kannski ég byrji bara aftur, fyrst ég var ekki með hátalarann í gangi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég flyt hér tillögu að borgarstjórn samþykki fyrirliggjandi drög að lánasamningi að fjárhæð 100 milljónir evra milli Reykjavíkurborgar og Þróunarbanka Evrópuráðsins eða Council of Europe Development Bank, skammstafað CEB. Borgarstjóra verið þar með falið að veitt heimild til undirritunar og frágangsgagna. Og þessi fyrirhugaða lántaka hefur verið kynnt í borgarráði og eins og þið þekkið þá hún ætluð til fjármögnunar á viðhaldsátaki í húsnæði grunnskóla, leikskóla og frístundar, samanber áætlun sem upprunalega var lögð fram í borgarráði 4. nóvember 2021. Og í íslenskum krónum nemur fjárhæðin 15 milljörðum króna eða helmingi af þeirri áætlun sem lá fyrir við upphaf verkefnisins. Reykjavíkurborg hóf umfangsmikið viðhaldsáttak í skólahúsnæði borgarinnar árið 2022 og það gert ráð fyrir því að það muni ná yfir næstu 5 ár samkvæmt fjárhagsáætlun til ársins 28. Á síðustu árum hefur Reykjavíkurborg að mestu fjármagnað sig, þar að segja fjárfestingarnar með útgáfu skuldabréfa á innlendum markaði, en unnið hefur verið að því að fjölga valkostum í fjármögnun og yrði fjármögnun frá SEB liður í því. Sá banki lánar eingöngu í evrum en fyrir liggur áhættumat fjármála og áhættustýringasviðs vegna þeirrar gengisáhættu sem til staðar vegna lántöku í erlendri mynt og greiningu á þeim möguleikum sem til staðar til að lágmarka þá áhættu og vísa ég þar í afar greinagóð gögn sem birt eru opinberlega hér í borgarstjórn með tillögunni. Gert ráð fyrir að áður en dregið verði á lánið í fyrsta sinn liggi fyrir hvaða leiðir verði valdar í því sambandi að verja borgina fyrir gengisáhættu. Á mánudaginn síðasta var haldinn kynningarfundur með öllum borgarfulltrúum þar sem starfsfólk fjármála og áhættustýringasviðs satt fyrir svörum en þá höfðu allir borgarfulltrúar fengið greinargerðina í hendur. Og ég vil þakka starfsfólki borgarinnar sem hefur unnið að þessu verkefni síðustu misseri fyrir afar vel unnin störf. Á árinu 2024 í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir að taka allt að 16,5 milljarða að láni. Undanfarin ár hefur, eins og áður segir, borgin að mestu fjármagnin sig með útgáfu skuldabréfa hér innanlands, en þar að auki hafa verið tekið langtímalán hjá Landsbanka og Íslandsbanka. Og í greinargerðinni gerð grein fyrir því hvernig fjármagnunin hefur farið fram frá með árinu 2021. En það ber að taka fram að þessi samningur við SEB kemur ekki til viðbótar við núverandi lántökuáætlun, heldur einfaldlega verið að fjölga þeim möguleikum sem við höfum úr að spila. Við erum með þessu að sýna skýra stefnu borgarinnar til að standa við þau mikilvægu verkefni sem ráðast þarf í varðandi viðhald og uppbyggingu í leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum. Og í þeirri áætlun sem núna liggur fyrir hefur eignum verið skipt upp í 5 forgangsflokka með hliðsjón af eftirfarandi áherslum. Fyrsta lagi að tryggja öryggi notenda, barnanna og skólastarfsfólks. Öðru lagi að tryggja heilnæmt umhverfi
og þar erum við að tala myglu framkvæmdirnar allar, að bæta aðgengi fyrir alla, að fyrirbyggja skemmdir á mannvirkjum og svo að fara vel með fjármuni. Og forgangsraðun verkefna var unnin í samstarfi á sínum tíma við Intellekta ráðgjöf og byggði á því hvernig á að úthluta takmörkuðu fjármagni til innviða uppbyggingar og aðferðafræðin byggir á tveimur vítum, félagslegri vít og fjárhagslegri vít og SEB leggur áherslu á félags- og umhverfislegar forsendur við mat sitt á lánshæfi verkefna og rýmar aðferðafræðin okkar þess vegna afar vel við stefnu bankans lánveitingar til framkvæmda. Og aðeins þennan banka, þetta alþjóðlegu banki sem í eigu 42 þjóðríkja, bankin fjármagnar innviði í þeim löndum sem að honum standa, sérstaklega verkefni sem stuðla að bættum efnahag og félagslegu öryggi. Bankin hefur lánað Reykjavíkurborg áður, en það var í verkefni tengdum einsetningu grunnskólans og breytingum á skólahúsnæði sem að þurfti að ráðast í vegna hennar. Það er gert ráð fyrir því að dregið verði á lánið í áföngum eftir því hvernig kostnaði fellur til við fjárfestingar vegna viðhaldsátaksins. Að lágmarki hægt að draga á lánið í tveimur hlutum og fyrsti ádráttur getur ekki farið umfram helming lánsfjárhæðarinnar. Hægt að fjármagna fjárfestingar frá og með þessu ári. Og þegar það kemur að því að draga á lán, þá sendir borgin beiðni það til SEB og í beiðninni koma fram óskir borgarinnar tímalengd lánsins og hvort vextir eigi að vera fastir eða breytilegir. Og hámarks lántíminn 23 ár. Reykjavíkurborg skal skila árlega skýrslum framgang verkefnisins og svo lokaskýrslu þegar því lýkur og gert ráð fyrir að fulltrúar SEB komi til landsins og skoði framkvæmdir og eins að SEB sé upplýst meiri háttar breytingar á verkefninu. Og jafnframt fær bankin ársreikning og fjárhagsáætlanir borgarinnar sendar árlegar. Og það alltaf einhver skilyrði, fjárhagsleg skilyrði lánasamningsins eru aðalega tvenn. Það svokölluð víxla vanefnd, ef við lendum í vanefnd með aðrar skuldir sem við gerum ekki, þá tekst lántaka hjá bankanum líka í vanefnd, það engin hætt á því. Og svo kennitala skuldaviðmið, þar stuðst við skuldir A-hluta, að þær fari ekki yfir 100% af tekjum með vísan í sveitarstjórnarlög, þetta skuldaviðmiðið eins og þið þekkið og þar við í rétt ríflega 80%, 82-3. Þannig að það borð fyrir báru. Varðandi vaxtakjörin, þá fjármögnun á innlendum skuldabréfamarkaði hefur í grunninn gengið nokkuð vel á undanförnum árum þrátt fyrir að álagið á borginni hafi farið hækkandi. Og það þess vegna mikilvægt fyrir borgina en líka skuldabréfamarkaðinn að borgin hafi valkosti til fjármögnunar og kjör á lánum frá SEB hagkvæm og miðað við að skipta erlendu láni frá SEB yfir í íslensk lán með samningu við innlenda banka þá lítur út fyrir að borgin sé að fjármagna sig á jafnvel hagkvæmari kjörum en bjóðast á innlendum markaði sem stendur. En það ber að taka fram að endanleg vaxtakjör í íslenskum vöxtum með samningum við innlenda banka munu ekki liggja fyrir en við hvern ádrátt á lánið en það gert ráð fyrir því að samhliða ádrætti á lánið verði gert tillaga að áhættuvörnum þannig að erlendu láni verði skipt í innlent að hluta eða heild. Og eins og fram kemur í greinagerðinni og einnig á kynningafundi með kjörnum fulltrúum hefur verið lagst nokkuð vel yfir þetta mál, áhættan greind og metin og það í grunninn mjög mikilvægt að tryggja það að borgin geti fjármagna sig með fjölbreyttum hætti og þessi tillaga hér í dag liður í því og ég legg því til að hún verði samþykkt. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og tekur það til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Spjöldin. Forseti ágæta borgarstjórn, já, nú á að samþykkja að taka erlent lán. Þetta dálítið nýtt allavega fyrir borgarfulltrúa eins og mig sem hefur verið hér í 6 ár og þetta hefur aldrei verið gert allavega á því tímabili. En ég held þetta hljóti að vera einfaldlega merki það hversu fjárhagsleg staða borgarinnar slæm. Ella væri ekki verið að fara þessa leið. Annað hefur dugað fram til þessa en greinilega ekki lengur, kannski vegna þess að jarðvegurinn hér heima
er ekki jákvæður gagnvart borginni. Allavega þetta er algjörlega nýtt, þó að hér áður fyrr var vissulega oft verið að taka lán í evrum og við munum bara eftir því í árin fyrir hrun. Og það var náttúrulega þegar að hrunið varð ekki öllum til góðs og margir fóru heldur betur flatt á því, en svona vona að þær aðstæður eigi ekki eftir að endurtaka sig, allavega ekki bráð. En það er líka svona smá sérkennilegt að þessi banki sé að veita lán eins og þetta. Hér er verið að veita lán til almenns viðhalds og endurbóta á byggingum. Og ef maður skoðar þennan banka þá er þetta banki sem er svona öllu heldur að fjárfesta í fólki og styrkja mannauð og hjálpa þeim samfélögum sem að eiga sárt að binda og sem þarf virkilega að styrkja og sem eiga undir högg að sækja. Þannig að þetta er ekkert svona held ég einhver venjulegu lánasjóður sem að er svona kannski gjarnan að lána velmegunar samfélögum því að Reykjavíkurborg hefur auðvitað alla burði til þess að flokkast sem velmeguna borg ef rétt er haldið á spilunum. Þannig að markmið bankans allan að virðist ekki vera svona hafa neitt sérstakann snertiflötu við almennar viðhaldsframkvæmdir, mannvirkja eins og við erum að tala hér. En allavega þá er komið að því að það er liggja fyrir öll þau gögn sem þurfa og búið er greinilega að vinna grunnvinnuna. Og allt er klárt nema bara að nú á borgarstjórn eftir að samþykkja þetta. En svona ef maður lítur tilbaka þá hefur það verið, held ég viðtekin svona almenn þumalfingusregla að það eigi ekki að taka lán í öðrum gjaldmiðli en lántakinn fær tekjur sínar í og við erum jú bara einfaldlega með okkar krónur hér. Þannig að þetta er svona, þetta er aðgerð sem að vekur smá kvíða og hér erum við líka að skoða háa upphæð. Þetta er ekki litlir peningar sem verið er að taka lán og af þessu þarf að borga. Og eins og við erum nýbúin að fara röskla í gegnum að þá er ekki mikið til að greiða afborgunar lánum. Það er ekki eins og að hlutirnir séu í einhverju rúllandi bara svo, já, það er allavega einhver 2-3 ár ef velgengur í það að borgin eigi eitthvað afgangs til þess að greiða lánum. Þannig að það þarf að taka lán til þess að greiða af lánum. Þessi lántaka mun þýða að borgarnir lána munu hækka enn frekar á komandi árum. Og þá er hæpið að veltufé frá rekstri muni nægja til að standa undir afborgunum lána eins og við töluðum svo vel hérna þegar við fórum yfir fjármálin ekki alls fyrir löngu. Þannig að hér í rauninni skýrt merki hversu slæm fjárhagsstaða er í borginni að það skuli raunverulega þurfa að fara þessa leið. Og það vekur sannarlega svona smá ónot að taka þetta skref. En mér langar kannski bara að nota tíman hérna til þess að lesa bókun sem Flokkur fólksins mun skilja eftir hérna á þessum fundi. Og hún er einfaldlega svona að taka á erlend lán að fjárhæð 100 milljónir evra hjá Þróunarbanka Evrópuráðsins til fjármögnunar á viðhaldsátaki í húsnæði grunnskóla, leikskóla og frístundar. Vegna slakrar fjármálastöðu borgarinnar verður að grípa til þessa örþrifaráðs. Á síðustu árum hefur Reykjavíkurborg að mestu fjármagna fjárfestingar með útgáfu skuldabréfa á innlendum markaði. Sérstakt þykir að Þróunarbankinn, sem hefur það að markmið að styrkja samfélög sem eiga undir högg að sækja, hyggist nú veita lán til borgar sem hefur vanrægt að halda skólabyggingum við í áraraðir, þrátt fyrir að geta talist velmegunar borg. Markmið bankans hefur í raun engar snertiflötu við almennar viðhaldsframkvæmdir mannvirkja hjá sveitarfélagi sem ætti ef rétt er halda á spilunum að vera fjárhagslega stöndugt. Viðhald er skilgreint sem venjubundi verkefni sveitarfélaga sem bera ábyrgð á mannvirkjum sínum. Það er almenn þumalfingusregla, eins og ég kom að áðan, ekki að taka lán í öðrum gjaldmiðli en lántakinn fær tekjur sínar í. Reynslan hefur sýnt að þetta getur verið tvíbent. Stundum hefur reynst hagfellt að taka erlend lán en í öðrum tilfellum hefur það reynst mjög dýrt. Það sáum við glöggt í hruninu.
En þessi lántaka mun þýða að afborganir lána munu hækka en frekar á komandi árum og þá hæpið að veltufé frá rekstri nægi til að standa undir afborganir lána. Það þess utan útilokað að átta sig á hver gengisáhættan verður. Að borgin skuli vera nauðbeygð til að leita á náðir Þróunarbanka Evrópu til að fjármagna almennt viðhald skólabyggingar skýrt merki skort á fyrirhyggju, á skilvirkni og skipulagi í stjórnsýslunni og ábyrgri fjármálastjórnin. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það borgarstjóri Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar að koma bara örstutt hérna inn í rétt til þess að árétta að það virðist gæta smá misskilnings hjá borgarfulltrúanum varðandi að þetta sé, að því hann kallaði þróunarbanki, að hann sé að lána til einhverja ríkja sem ekki standa undir sér. Bara með horfir á listan yfir þá sem eru með útistandi lán núna 2023 hjá bankanum, það Spánn, Frakkland, Pólland, Tyrkland, Þýskaland, Ítalía, Slóvakía, Belgía, Holland, svo eru hérna skandinavísk ríki, Finnland, Svíþjóð, Írland, Tékkland. Þetta eru bara öll lönd sem eru aðilar að bankanum sem að sækja í hann, þannig að það hérna, það ekki merki fjárhagslega stöðu þessara aðildarríkja hvort við fá lán hjá bankanum eða ekki. Það einfaldlega vel að lána til innviðauppbyggingar með ákveðnum forsendum og Íslenska ríkið þar á meðal og núna Reykjavíkurborg. Þannig að það bara hið besta mál. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvar Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Við skulum... Nú tæknin aðeins að stríða okkur. Já, komið. Komið, gjörðu svo vel, Kolbrún. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þá langar mig kannski bara að velta því upp hvort að þessi sömu lönd sem að borgarstjóri taldi upp hafi verið einmitt að fá lán til þess að gera við miklað húsnæði vegna vanrækslu eða innviða uppbyggingu. Það dálítið mikið annað en núna var ég bara að lesa upp hvernig bankinn skilgreinir sjálfan sig og verkefni sem hann lánar ef að farið inn á netið þar sem ættu nú vera allar helstu upplýsingar þennan ágæta banka. En það dálítið svona kannski annað að lána til innviða uppbyggingu þar sem verið að byggja upp eitthvað nýtt heldur en að lána, eins og ég segi, velmegunar samfélagi sem við ættum að teljast til þess að gera við og laga skemmdir á húsnæði vegna miklu raka sem að væri ekki vandamálið ef að það hefði verið einfallega sinnt viðhaldi síðustu 10-20 árin. En hér verið að sækja lán til þess að laga hluti vegna vanrækslu. Og ef allt væri eðlilegt þá væri Reykjavíkurborg einfaldlega bara að ná í þessa peninga hér innanlands. En þar bara greinilega kannski ekki lengur lánamöguleikar. Heldur þarf að sækja það fjármagnið erlendis. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni, borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ég kom nú bara upp til þess að árétta það að banki lánar til velmegun og samfélag til verkefni sem hafa mikla þýðingu fyrir samfélagið og Ísland ekki undanskilið því og svo það kannski önnur umræða hvers vegna við erum að sækja lán til að gera við skóla sem eru illa farnir vegna miklu raka. Það bara saga sem við þekkjum öll að viðhald var skorið niður hér á árunum eftir hrun eins og svo margt og við erum að súpa seiða því á mörgum vígstöðum, ekki bara í viðhaldi skólahúsnæðis. En mér langaði bara að árétta það að bankinn lánar til verkefna sem eru talin mikilvæg, hvort sem að þjóðirnar eða borgirnar eru vel stæðar eða ekki. Þetta bara valmöguleiki sem að okkur stendur til boða og það eðlilegt að nýta hann.
Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvari öðru sinni, Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Skal komin núna. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég bara að segja það að það að börn fá tækifæri til stundanám og leik í byggingum sem eru ekki skemmdar af mikla og raka hefur vissulega mikla þýðingu fyrir samfélagið. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvar öðru sinni og þá andsvarinu lokið. Þessari ræðu tekur þá til máls Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, við höfum verið kölluð saman hér á auka fundi borgarstjórnar til að afgreiða lántöku borgarinnar hjá Þróunarbanka Evrópuráðsins en lánsfjárhæðin nemur 100 milljónum evra. Skuldir samstæðu Reykjavíkurborgar vaxa á ógnarhraða og skuldirnar jukust 50 milljarða árið 2023 en þar af jukust skuldir A-hluta tæpa 24 milljarða. Á árunum 2024 til 2028 þá áætlað að skuldir samstæðunnar aukist 219 milljarða. Og sjálfstæðismenn hafa árabil varað við þessari miklu skuldsetningu og kallað eftir því að ráðist sé í skipulega niðurgreiðslu skulda. Nú, lántaka síðasta árs reyndist 81% af fjárfestingum en borgin hefur sett sér það markmið að lántaka fari aldrei umfram 70% af fjárfestingum. Og eins og við líka ítrekað bent á að þá ekki ókeypis að fá peninga að láni, það kostar borgina gríðarmikla fjármuni en á þessu yfirstandandi ári, ef við lítum bara á afborganir langtímalána og leiguskulda, þá munu þær nema 13 milljörðum. Þannig að við lítum svo á að það sé til mikils að vinna að hefja niðurgreiðslu skulda. Nú það alveg ljóst að Reykjavíkurborg hefur gengið illa að fjármagna sig á skuldabréfamörkuðum og við sjáum það af niðurstöðu síðustu skuldabréfaútboða að áhuginn hefur verið lítill og markaðurinn hefur virðist hafa misst tiltrú á rekstri borgarinnar. Og þess vegna þarf borgin að leita annarra kosta og leitar því nú til Þróunarbanka Evrópuráðsins eftir láni í erlendri mynt eða evrum. Og það hefur auðvitað í för með sér tilheyrandi gengisáhættu og vissulega má grípa til áhættu varna en þetta ákveðin stefnubreiting. Ég verði auðvitað að nefna í þessu samhengi að lánsfjárhæðina á að nýta til þess að ráðast í viðhaldsátak í leik- og grunnskólum borgarinnar. Og þá veltum við fyrir okkur hvers vegna stöndum við frammi fyrir þessu gríðarlega umfangsmikla og dýra viðhaldsátaki í leik- og grunnskólum. Nú það auðvitað vegna þess að hér hefur verið yfirstandandi viðhaldsskortur yfir lengri tíma í tíð fyrrum, við getum sagt kannski í tíð Samfylkingar og fylgifiska hér í borginni og það hefur auðvitað leitt til þess að við stöndum núna frammi fyrir gríðarlegum kostnaði sem fylgir þessu viðhaldsátaki. Þetta hefur líka leitt af sér heilsutjón fyrir kennara og starfsfólk og nemendur í grunnskólum og mikið rask á skólastarfi. Sjálfstæðisflokkurinn mun ekki samþykkja þessa lántöku, ekki frekar en aðrar lántökur, enda gerum við það ekki fyrr en við sjáum eitthvað áform að ráðast í skipulega niðurgreiðslu skulda. Ég boða bókun vegna málsins. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til hefur fallið frá. Orði Líf Magnúsdóttir tekur þá til máls Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Við erum hér að fjalla mikilvægt mál sem að segir dálítið merkilega sögu stöðuna í bæði efnahagsmálum þjóðarinnar og stöðunni á innlendum lánsfjármarkaði. Það sem er jákvætt við þetta skref sem við erum að fjalla hér er að það er verið að dreifa áhættunni í lántöku borgarinnar, opna á umtalsverða lántöku í evrum með vöxtum sem að eru auðvitað til muna lægri en þekkjast á innlendum markaði. Þetta er skynsamlegt skref því að sendir tvenns konar skilaboð á markaðinn hér heima. Annars vegar að borgin hafi úr fleiri kostum að velja heldur en að sækja fjármagn á innlenda markaði og hins vegar að borgin sýni í verki að hún sé meðvituð mikilvægi þess að dreifa áhættunni í sínu lánasafni. Hvort tveggja er líklegt til þess að styrkja stöðu borgarinnar og bæta lánskjör í fjármögnun borgarinnar á komandi árum.
Það hollt að hafa það í huga, langstærstur hluti þeirra lána sem að borgin með í sínu lánasafni eða yfir 70% eru verðtryggð með vexti á bilinu 2,4 til 4% ofan á verðbætur. Í landi þar sem verðbólgan hefur verið á bilinu 6 og upp í 10% undanfarin 2 ár. Langt yfir verðbólgumarkmiði Seðlabankans sem að eins og við þekkjum 2,5%. Og langt yfir verðbólgu í Evrulöndunum sem að liggur merkilegt nokk alveg við verðbólgumarkmið Seðlabankans eða í 2,6%. Samanburðurinn við ESB-ríkin í nágrannalöndunum á Norðurlöndunum ennþá meira sláandi en þar verðbólgan í Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku á bilinu 0,6 til 2,3%. Við þekkjum söguna af stýrivöxtunum á Íslandi, þeir hafa verið 9,25% í heilt ár og eru þeir 5. hæstu í Evrópu. Það bara í Tyrklandi, Hvíta-Rússlandi, Rússland og Úkraínu sem stýrivextir eru hærri en á Íslandi og þeir eru næstum 3-falt hærri en í norrænu ESB-ríkjunum þar sem þeir eru á bilinu 3,6 til 3,75%. Þessi lántaka ekki áhættulaus því þó vaxtakjörin séu margfalt betri á evrusvæðinu en hér hjá okkur, þá stöndum við frammi fyrir gengisáhættu sem felst í því að evran gæti hækka svo mikið gagnvart íslensku krónunni að ávinningurinn af lántökunni hjá Evrópska þróunarbankanum gæti jafnvel þurrkast út. Á mannamáli krónan svo óstöðugur gjaldmiðill og efnahagsstjórnin í landinu okkar reyndar sömuleiðis að það ekki hægt að útiloka það að ávinningurinn af lántöku í evrum með 2-falt til 3-falt lægri vöxtum en á íslensku lánamarkaði gæti horfið eins og dögg fyrir sól eða minnka til muna ef gengi krónunar fellur skarpt eins og við í þessum sal höfum öll upplifað, ekki einu sinni, ekki tvisvar heldur mörgum sinnum og okkar ævi. Höfum þetta í huga félagar, sérstaklega þeir sem hafa gert andstöðu við inngöngu í Evrópusambandið og upptöku evru að einhvers konar trúaratriði í sinni pólitík. Að þessu sögðu segi ég að sjálfsögðu já við þessari lántöku, jafnvel með viðskiptinu þó fyrr hefði verið og megi gengi krónuna verða stöðugt á komandi árum, sem ég myndi reyndar ekki þora að veðja neinum af mínum peningum upp á að verði, því miður. Góða stundir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Var forseti ekki að skilja rétt, Helgi Ásgrétarsson, að þú væri óskað eftir að koma á mælendaskrá, ekki andsvar? Já. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar við ræðu Skúla Helgasonar borgarfulltrúa og það Friðjón Friðjónsson. Gjörðu svo vel. Nú velti ég fær virkar hljóðinu minn? Já. Ok. Já. Mig langar til þess að forseti, mig langar til þess að þakka borgarfulltrúanum fyrir ræðuna og það fullt tilefni til þess að hvetja til þess að menn geri sér grein fyrir þeirri gengisáhættu sem að við erum að undirgangast með þessari lántöku. En mér finnst borgarfulltrúinn hafa svolítið endaskipti á því hvernig hann setur fram hlutina, því að það ekki krónan sem hefur verið óstöðug undanfarin misseri, heldur það evran. Og hún hefur sveiflast meira heldur en gagnvart öðrum gjaldmiðlum, gagnvart dollar, gagnvart krónu, gagnvart hreinlega öllum öðrum gjaldmiðlum, mun meira heldur en íslenska krónan sem hefur verið stöðugasti gjaldmiðill Evrópu undanfarin misseri. Þannig að óskhyggja borgarfulltrúans gull og græna skóga og líklega betra veður við inngöngu í Evrópusambandið verður að endurskoða. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Skúli Helgason. Gjörðu svo vel. Fyrir þessa skemmtilegu ræðu. Ég held að það vitið allir sem hafa búið í þessu landi að við höfum hér áratugaskeið verið að bjóða íslenskum almenningi upp á lífskjör sem eru lakari heldur en hægt að segja að sé svona eðlilegt í evrópskum samanburði. Og það alveg sama hvað við horfum, hvort við horfum þar til vaxtastigsins eða verðbólgu eða þess sem eru þetta kannski helsti fylgifiskur krónuna sem bara þessi gríðarlegi óstöðuleiki sem hefur fylgt henni áraskeið og meginskýringin á því að fólk getur illa
skipulagt sín fjármál og látið endan á saman í íslensku samfélagi. Og það lykilatriði í því af hverju við hljótum að horfa til þess að tengja okkur betur við evrusvæðið sem það markmið sem við erum að gera. Og ég vil aftur fagna því að við sem að stíga þetta skref að sækja á þessa evrósku markaði til þess að vera ekki með öll okkar egg í sömu körfu og til þess að eiga von það að fjármagnskostnaður borgarinnar hann lækki á komandi misserum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veit þó andsvaraður sinni Friðjón Friðjónsson. En hefur borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason endarskipti á málum því að lífskjör hér á Íslandi eru með þeim bestu í heimi. Við þurfum ekki að vera lítil í okkur hvað það varðar. Hér Ísland með bestu löndum og bestu þjóðfélögum til þess að vera í og búa í, þó að stöku atriði mættu auðvitað fara betur eins og til dæmis veðrið, en því verður ekki stýrt með því inngöngu í Evrópusambandið sem betur fer, eða því miður. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Skúli Helgason. Gjörðu svo vel. Hún nefnir tvisvar í sínu andsvari veðrið, en aldrei ríkisfjármálin, sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið utanum, oftar en okkur annar flokkur í þessu samfélagi. Held að séu 32 ára síðustu 40, þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið með stjórn ríkisfjármála. Og við sjáum það, jafnvel þó að atvinnulífið okkar hafi verið á snúningi undanfarin misseri og ár, að þá ríkissjóður að skila halla sem að hleypur á tugum milljarða á hverju einasta ári og sér ekki fyrir endan á því. Og þetta hefur auðvitað áhrif á allt sem að gerast í okkar samfélagi, bæði á stuðning við heimilin, á stuðning við velferðarsamfélagið, á uppbyggingu heilbrigðismála, menntamála og svo framvegis. Að ekki sé talað innviða uppbyggingu þar sem að við bíðum ennþá eftir því að menn skili því sem að hefur verið samið í mikilvægum málaflokkum eins og til dæmis samgöngumálum, að hlutur höfuðborgarsvæðisins sé leiðréttur, að við séum ekki sífellt að berjast fyrir því að fá samin framlögin í málaflokk fatlaðs fólks og svo framvegis og svo framvegis. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvarinn lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í ljósi ýmissa ummæla borgarfulltrúa Skúla Helgasonar fannst mér ástæða til þess að koma hérna aðeins upp og kannski líka út af einu konkréta atriði varðandi þennan lánasamning, en það varðar gengisáhættuna. Og það væri kannski ágætt ef að borgarstjóri hefur kost á því að útskýra aðeins nánar fyrirhugaðar aðgerðir með tillit til gengisvarna og hvernig það verður nákvæmlega útfært eftir því sem að dregið í raun og veru á þessa lánalínu. Vegna þess að sporin hræða. Og í þessu samhengi ástæða til þess að minna á að kjörtímabilið 2002 til 2006 þá var meirihluti hér sem að kenndi sig við Reykjavíkurlistann eða R-listan. Það stjórnmálaafl stjórnaði Orkuveitu Reykjavíkur og taldi skynsamlegt að fjárfesta í Hellisheiðarvirkjun. Niðurstaðan af því ferli var að taka hátt erlenda lán og fjármagna þannig virkjunina að öllu leyti og það voru eiginlega ekki fullnægjandi gengisvarnir. Og það leiddi síðan til þess þegar
gengi íslensku krónunnar hrundi í kjölfar fjármálahrunsins alþjóðlega haustið 2008 að skuldir sem stöfuðu af þessari ákvörðun hækkuðu verulega í íslenskum krónum. Þannig þá hefði ekki skipt neinu sérstöku máli hvaða meirihluti var þá í borgarstjórn. Ákvörðunin sem var tekin kjörtímabilið 2002 til 2006 átti mjög stóran þátt í því að skuldir Orkuveitu Reykjavíkur í ársbyrjun 2010 og fram eftir því ári og næstu ári eftir voru svona háar. Og það var þá fyrst og fremst það ákvörðun sem í de facto Samfylkingin og aðrir vinstri flokkar í borgarstjórn höfðu tekið. Það er svona, brennt barn á nefnilega forðast eldinn, ágæti borgarstjóri. Og þess vegna væri mjög ágætt að fá að vita ef að þessir kostur í örstuttu máli, hvernig nákvæmlega hann pólitískt og líka faglega sér fyrir sér að tryggja gengisvarnir eftir því sem að dregið á þessa lánalínu sem hér til umræðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls undir þessum lið nema að lokum borgarstjóri Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar nú að byrja þá í að svara borgarfulltrúanum sem vildi fá að vita hvernig gengisförnum yrði háttað og ég kom aðeins inn á það í ræðu minni hér í byrjun að við fáum tillögu slíkt þegar kemur að því að draga á lánið. En eins og í greinargerðinni kemur fram, þá er aðeins fjallað áhættuvarnirnar og mér ætla bara að leyfa mér að vitna aðeins í skjalið. Þessa áhættu má verja að öllu leyti eða hluta með samningum með leyfi forseta við innlenda banka eða með því að færa hluta af verðbréfasafni borgarinnar í fjárfestingar í erlendum ríkisskuldabréfum. En svo einnig hægt að gera gjaldmiðla og vaxtaskiptasamninga við innlenda viðskiptabanka og það hafa átt sér stað þreifingar við viðskiptabanka þar sem miðað hefur verið við samning til 5 til 7 ára og það má lýsa þeim þannig að borgin afhendir í upphafi samningstiltekna fjárhæð af evrum til banka og fær í staðinn íslenskar krónur miðað við gildandi stundargengi og að meðan samningi stendur greiðir borgin afborganir og fasta eða breytilega vexti til banka en að færa á móti greidda vexti og afborganir í evrum frá banka sem ganga á móti greiðslum til SEB. Og við lok samningstíma gjaldmiðla og vaxtaskiptasamnings fær borgin afhendar eftirstöðvar höfuðstólsins í evrum og afhendir banka á móti eftirstöðvarsamnings í íslenskum krónum. Og síðan eftir samningstíman gæti borgin gert gjaldmiðla og vaxtaskiptasamninga nýju miðað við stundargengi þá og vaxtakjör sem verða í gildi á þeim tíma. Það eru ýmsar leiðir í þessu en ég alveg sammála borgarfulltrúanum að vítin eru til að varast þau. Þess vegna hefur fjármála- og áhættustýringarsvið gert ítarlega áhættugreiningu á þessu og reynt að spá fyrir hið ómögulega hvernig gengi evrunnar mun þróast en líka krónunnar. Það má nefna að Seðlabankinn hefur verið með umtalsverð inngrip til þess að vega upp á móti þessum sveiflum og þannig að það eru ýmsar breytur í þessu og mjög mikilvægt að fara varlega og taka áhættuna með í reikninginn og það erum við að gera hér en þetta er breytilegt eftir því hvenær við draugum á lánið. En í heildina þá langar mig bara að þakka fyrir þessa umræðu. Ég held að við séum búin að leiðrétta þann misskilning að hér sé einhvers konar þróunaraðstoð að ræða. Þetta er bara banki sem lánar velmegunarsamfélögum, þeim sem að minna hafa milli handana til mikilvægra innviðaverkefna og umfram allt þá er mikilvægt að tryggja fjármögnun þessara mikilvægu verkefna sem er að gera við og byggja upp áfram leikskóla og grunnskóla og frístundaheimilin þannig að við getum verið stolt af því og búið börnum og starfsfólki okkar heilnæmt umhverfi.
Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það er Helgi Ás Gretarsson, gjörðu svo vel. Já, ég held að það virkar þetta. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætlaði bara að þakka borgarstjóra fyrir að koma þessum upplýsingum hér á framfæri og bara hvetja í framhaldinu af því að meirihlutin mun bera pólitíska ábyrgð á þessari lánveitingu að það sé mjög mikilvægt að vanda faglega til verka við að tryggja gengisvarnir borgarinnar eftir því sem að gengið á lánið vegna þess að höfuðstóllinn eins og hún akkurat í dag, 15 milljarðar, töluverð fjárhæð og það væri afar óheppilegt svo ekki dýpra í áruna tekið ef að sú fjárhæð myndi vaksa óvænt mjög mikið. Þannig að ég held að það sé bara mjög brýnt að hér sé fagleg og vel unnið í að tryggja þessar gengisvarnir meðal annars með þeim úrræðum sem borgarstjóri minntist á. Borgarfulltrúar lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ég bara þakka og tek þessari brýningu vel og hvet borgarfulltrúa allra til þess að lesa greininguna, hún nokkuð góð. Hún sýnir það að það er verið að taka inn í myndina það að gengi evrunnar farið upp í 250 krónur og hvaða áhrif það hefur á skuldaviðmiðið og fleira. Og þessa kovenanta, fyrirgefðu forseti, þessi fjárhagslegu skilyrði sem að liggja til grundvallar lánveitingunni og jafnvel þó að krónan færi í 245 sýnist mér hér að þá myndi það ekki hafa brjóta skuldaþæki hjá okkur og fleira, það er búið að leggja mat á þetta, en auðvitað er þetta óvissa og við verðum að vera mjög meðvituð hana. Þannig að hvet borgarstjórn alla til þess að lesa þessa greiningu en síðan tökum við að sjálfsögðu til afgreiðslu þegar að því kemur hvernig gengisvörnum verður háttað. Og það er þá samtal sem við tökum með dýpri hætti heldur en við getum gert akkurat hér þegar þau liggja ekki fyrir. Borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvari, já. Er þá ansurum lokið eða ekki rétt skil hjá forseta. Þá er ræðum lokið undir þessum lið. Og við göngum til atkvæðagreiðslu. Forseti hringir inn. Mjög ákveðið greinilega. Og ég vil fá að sjá þau sem eru á fjár. Nú erum við hér í salnum með spjöldin okkar góðu. Ég geri bara ráð fyrir því að fá handaveifingar. Þarf ég að fara í gegnum? Og má ég sjá, við erum þá öll komin í salin sem erum á staðnum. En fyrir liggur tillaga borgarstjóra lántöku hjá Þróunarbanka Evrópuráðsins að fjárhæð 100 milljónir evra eins og búið að fara í gegnum hér í dag. Þeir sem eru samþykkir þessu vinsamlegast gefi merki. Og forseti upplýsir það að þeir sem eru á fjarfundi eru allir samþykkir. Það eru þá atkvæði meirihlutans sem eru samþykkt, þeir sem á móti kunna vera. Og það er enginn á móti, þannig að þetta er samþykkt með atkvæði meirihlutans. Þá er dagskrá lokið á fundi borgarstjórnar. Inn hafi verið sendar bókanir. Eftir að senda bókun, þá óskum við eftir að hún veri lesin upp. Er hún farin núna eða? Nokkrar mínútur. 1 mínútu. Við gerum fundarhlé í 1 mínútu. Örstutt.
Og fundur þá settur aftur eftir örstutt hlé og bið tæknideildina aðeins að huga að borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur sem svolítið græn, hún vill vera rauð. Atna, kom það, gjör svo vel og borgarfulltrúa les nú bókun Vinstri grænna. Hreyfingarinnar Vinstri grænt frambúð. Bara pappa brandarar. Ok, gjör svo vel. Takk fyrir. Forseti, Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir stórum og krefjandi verkefnum meðal annars á sviði viðhaldsmála. Það áhyggjuefni að fjárhagur hennar teljist svo þröngur að grípa verði til aukinnar skuldsetningar sem aftur leiði til aukinnar óvissu í rekstri borgarinnar og getur mögulega bitna á mennta- og velferðarmálum. Það dapurlegt að svo illa hefur verið haldið á spöðunum að ekki unnt að leita náðir innlendra lánastofnana eða skuldabréfamarkaðarins en auðvitað hefði verið langt best að þurfa hvorki að leita til þeirra né Evrópska þróunabankans. Viðblasir að traustari fjármálastjórnar þörf og hefði fyrst átt að hagræða rekstri frekar en að samþykkja aukna skuldasetningu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að lesa bókun og þá mikilvægt að hún sé send svo við getum gengið frá fundargerð en okkur ekkert að vanbúnaði þá en að klára fundinn. Einungis eitt mál var á dagskrá, við höfum lokið atkvæðagreiðslu á því, það var samþykkt, allar bókanir komnar, allt klárt, þannig að forseti slítur fundi klukkan 16:25 og við sjáumst hérna þriðjudaginn í næstu viku á hefðbundnum fundatíma. Takk fyrir.